Og áfram höldum við með föstudagsþáttinn. Nú ætlum við að forvitnast aðeins Sondaklúbbana 2 sem starfa hér á Akureyri. Og þær eru komnar til mín, formenn klúbbana, það Ingibjörg og Guðrún Rósa. Velkomnar. Takk. Það annars vegar Sondaklúbburinn Þórunn Hyrna og hins vegar Sondaklúbbur Akureyrar. Er það ekki? Jú. Segið mér aðeins út af hvað þetta gengur. Hver vill byrja? Vilt þú byrja? Já. Þetta starfsgreinaklúbbar og þetta eru góðgerðaklúbbar en við berjum semst fyrir mannréttindum og frelsi kvenna í heiminum og bætum kjör kvenna og við viljum að konur hafi jafnan rétt til menntunar, heilbrigðisþjónustu og starfsréttinda og karlar. Og við vinnum semst að ákveðnum verkefnum í þágu kvenna til að bæta semst. Og það hérna í nærumhverfinu eða eru þið með verkefni í Afríku eða það bara misjafnt? Það bæði. Já, við erum bæði með nærumhverfi, sem er samfélagsverkefni hér á Akureyri og síðan erum við með alþjóðleg verkefni sem tengist á Sonda International, semst alþjóða samtökunum og það eru alþjóðleg verkefni. Sem eiga einmitt ammæli, það ekki 100 ára ammæli alþjóðlegu samtökunum í ár? Jú, það er akkurat 100 ára ammæli og ég fór inn í þá nefnd og það er gaman að segja frá því að í Buffalo í New York ríki fyrir 100 árum síðan komið saman konur og fundu það að þær þurftu að gera eitthvað til þess að standa vörð bara réttindi kvenna og líka til þess að styðja konur alveg eins og Guðrún Rósa var að segja og það er upphafið og núna er sem sagt þetta 100 ára ammæli og það verða hátíðarhöld í Reykjavík, sennilega í Veröld í húsi Vigdísar Finnbogadóttur og í Hofi hér á Akureyri, ljósaganga og ræðuhöld og gleði þegar við erum búin að ganga. Hvenær er þetta ammæli? Þetta er 8. nóvember og þetta er svo gaman þegar koma svona saman konur sem að vilja láta gott af sér leiða og það var talað að nú ættum við að kannski heiðra konu í tilefni eða konur eða stofnanir í tilefni af ammæli samtakanna og þá kom ein kona með þá hugmynd að við ættum ekki endilega heiðra einhverja eina konu, allar Sondakonur ættu að finna sína konu ársins og heiðra hana, velja sig konu sem hefur haft áhrif á hana og að samfélagið sterk og fyrirmynd og hefur látið gott af sér leiða. Og svo ég fór að hugsa þetta og þá datt mér allt í einu þú í hug, Marja Pálsdóttir. Og þú ert núna mín kona ársins. Hvað ertu að segja? Já, og það hefur verið áhugavert að fylgjast með þér að hvernig þú hefur opnað kaffihús á Berklasetrinu á Kristnesdæli í Eyjafirði. Af eldmóð og ástríðu hefur þér tekist að koma þessu á koppinn og opna kaffihús og vonandi verður safn. Þannig að þegar ég kem og fæ mig kaffi þá sé ég fólkið og söguhúsins og allt það. Þannig að ég bjó hérna til lítið kort og svona ætlum við að styðja og styrkja konur til góðra verka. Og þakka þeim fyrir það sem þær hafa gert. Frábært, ég veit bara ekki alveg hvernig ég á að vera. Ég er svo snortinn, takk fyrir. Þetta er náttúrulega magnað því að hver og ein tilnefni sína konu, ég bara hálf hérna meir þá verða það svo margar, þetta verður svo mikil lið, mikil hérna. Sonda erum að valdefla konur og það er svo stór hluti okkar starfi, að valdefla konur. En ég hjó eftir því, starfsgreina samtök, það ekki? Þetta er starfsgreinaklúbbar, já. Starfsgreinaklúbbar, það þýðir að þá er það, þeir reyna að hafa svona úr hverri starfsgrein. Já, við reynum að hafa sem fjölbreyttastan hóp sem koma frá ólíkum starfsgreinum. Já. Og eru endalaus komast allir í hennan klúbb eða þarf maður að fá svona meðmæli eða hvernig virkar Sonda? Maður þarf að fá boð í klúbbinn og það er ýmist þannig að einhver býður í klúbbinn sem vill gjarnan fá það til liðs við sig eða við erum í kynningafundi þar sem við bjóðum konur bara opið að koma og kynnast Sonda og hvað við stöndum fyrir og vera með okkur og þá getur við komið þá leiðina og svo er þetta bara formulega athöfn, þú er tekin inn í klúbbinn og bara orðin hluti af Sonda-hreyfingunni sem er ekki bara klúbburinn hérna á Akureyri sem er þá hluti af svæðinu sem er Ísland eða umdæminu sem eru hérna Danmörku og Noreg og Litáen sem tengja sig heimssamtökum. Og eru þið að fara á svona heimsráðstefnur?
eða hvernig virkar það? Já, nú verður það umdæmi líka, þetta sem sagt Sontasamband Íslands, svo umdæmi 13, það Norðurlöndin og nokkur önnur lönd og svo alheimssamtökin og núna í september verður umdæmisþing og við ætlum náttúrulega bara fjölmenna. Þannig að það voða gaman hjá okkur. Bæði að gera góða hluti og vinna saman og hafa það skemmtilegt og efla okkur og styðja og eins líka að fara út fyrir landsteina og kynnast konum og sjá hvað þær að gera. Og þeir eru með fjáraflanir til að láta gott af ykkur leið og þeir eru með svolítið svona sitt ólík verkefni. Já. Segja okkur aðeins frá því hvað að gera. Já, við í Þórunnarhyrnu okkar aðalfjáraflun að selja laufabrauð. Og núna síðastliðin vetur þá steiktum við 2500 kökur, skárum þær og steiktum og seldum og þetta okkar aðalfjáraflun. Þannig við eigum orðið fasta kúnna og það orðin ákveðin hefð í því hvernig við vinnum þetta, við tökum helgi í þetta, þannig að það mikið félagslegt svona í kringu þessa fjáraflun og bara hún mjög góð. Og þeir eru með allt annað? Já, við erum allt annað. Við förum út í Hrísi og skerum hvönn. Förum saman, sontakonur og á sumri til að sjálfsögðu og þetta svo merkilegt. Hvað gerir þið svo í hvönnina? Hvönnin við skerum hann, setjum hann í stórsekki og síðan þetta þurrkað og notað í lækningalíf og hálsbrjósykur og eitthvað. Þannig að þið seljið þessa hvönn? Já, við þurfum að selja. Búin að þurrka hana, eða hvað? Já, við gerum það ekki, við bara skerum hana og svo fer hún sinn veg í vinnslu. En við höfum, þetta okkar eina okkar aðalfjáraflunum, svo höfum við verið með kaffihús. Eins og síðast núna inn í húsin okkar sem inn í Aðalsæti, Sontahúsið, sem stendur fyrir framan Nonnahús. Og þar okkar fundasalur og þar höldum við kaffihús á Akureyravög og gekk mjög vel. Og svo styðjið þið kannski einhver ákveðin verkefni líka sem eru ólík, ef við kannski förum aðeins inn á það? Já, þau eru kannski ekki svo ólík alþjóðaverkefni. Nei. Af því alþjóðaverkefni í ár sem að Sonta International, eða alþjóðasamtök, þau velja verkefni sem við styðja hver 2 ár. Og sem styðja núna stóra verkefni sem að setja inn mjög miklu peninga, 2 milljónir bandaríkjadollara, það að sporna við barna og ungmenn hjónaböndum. Og það risaverkefni og báðir klúbarnir ætla að styrkja þetta verkefni. Svo eitt verkefni í Madagaskar þar sem við að styrkja stúlkur til náms, fátækar stúlkur oftast stúlkur sem hafa lent í erfiðleikum og síðan verkefni í Sýrlandi, í Jórdaníu þar sem verið að styrkja flóttamenn, sýrlenska flóttamenn, það 1,4 milljónir af þeim í landinu sem 10% af jórdansku þjóðinni og þar verið að efla konur til þess að búa til lítil fyrirtæki, til dæmis að styðja til þess að kaupa saumavél þannig að þær getur saumað á sig og saumað föt til þess að framfleyta sér og sinni fjölskyldu. Já, það eru þessi 3 verkefni en barnagiftingar að sporna við þeim aðal afmælisverkefnið okkar. Já. Og svo erum við með samfélagsverkefni líka hérna á Akureyri. Já, og við höfum verið að styðja aflið Sontaklúbar Akureyrar og líka við höfum verið með íslenskukennslu fyrir erlenda konur og það eru þá konur sem barnshafandi eða með lítið börn og geta ekki lært íslenska á vinnustannu sem heldur geta komið þá með börni með sér. Í Sontahúsi þá eða? Við erum í samstarfi í Símey, þannig að þetta niður í Símey. En hvað eru þið með hérna heima? Við höfum verið að styrkja erlenda konur til náms. Við höfum líka verið að styrkja konur bara á Akureyri sem ekki hafa komist til í sumarfrí með börnin sín, oftast einstæðar mæður. Þannig að fátækt ekki bara í útlætum, hún líka bara hér við hliðina á okkur. Eins vorum við að styrkja nýju þolendamiðstöðina, miðstöð fyrir þolendur ofbeldis á Akureyri. Og ég að gleyma einhverju, það voru fleiri verkefni sem eru hérna, ég man það kannski eftir ég verið að rifja upp. Þetta alveg magnaði sem að gera. Takk kærlega fyrir komuna og segja okkur frá Sontaklúbunum og takk kærlega fyrir þetta. Gangi ykkur vel. Takk fyrir.